Guðmundur, þú lofaðir sigri eftir fyrsta sigurleikinn ykkar núna í síðasta leik og þið stóðu við það. Kom aldrei neitt annað til greina? Nei. Þetta er úrslitakeppnin og við erum bara búin að finna að vörnin hjá okkur er að smella og þegar hún gerir það, við erum að halda þeim alltaf í kringu 70 stigin, þá er bara erfitt að vinna okkur. Það er bara þannig og ég hef alveg fulla trú þótt þessu 2-0 undir á móti deildarmeistarunum. Þeir eru búin að vera bestir í vetur og þeir áttu að svípa okkur. Sanna var bara vitleysa, það er allir búin að afskrifa okkur. Og Þið lentu í 8. sæti? Já, við lentum í 8. sæti en við erum ekki með lið sem á að vera í 8. sæti. Við vitum það, allir í liðinu vita það. Og það kannski, það hefur engin trú á okkur nema kannski stuðningsmennirnir okkar. Og þegar vörnin smellur og er að smella á réttum tíma, þá getum við gert góða hluti. Talandi vörnina, þetta er eins og svart og hvitt að horfa á okkur í deildarkeppninu og úrslitakeppninu. Er þetta playoff-stífan sem er komið í ganga? Já, það er bara allt annar gír í okkur núna og úrslitakeppnin er bara þannig. Maður peppast upp bara við alla leiki og við vonum bara, það er búin að vandræði í vetur. Við erum með 5 kana sem eru búin að vera hjá okkur og Reggie í meiðslum og það er bara búin að vera vesen og það er erfitt að finna taktinn í svoleiðis umhverfi en núna erum við búin að vera svolítið saman og vörnin er að smella og þegar við gerum það, þegar við treystum okkur öðrum þá er bara erfitt að vinna okkur. Margir töluðu að hausinn skiptir miklu máli, það er meira fyrir þennan leik. Það lítur nú að vera ansi stór fyrir næsta leik. Já, ég meina það er bara oddalegur og ég veit alveg að þeir eru á heimavelli en í oddaleik þá er það bara, það skiptir hann ekki jafn miklu máli. Við erum alveg saman og við erum líka búin að vera betra útivöllum heldur en heimavelli í allan vetur. Þannig að ég hræðist ekki að vera í Ásvelli og vinna 3. leikinn. Þannig að ég hræðist það ekki neitt.